Já, velkomin á Frelsi TV og Frelsi Radio fyrir þá sem á þeirri bylgjulengdinni. Ég ætla aðeins að fjalla Benghazi. Það munar kannski, þetta er reyndar ekki alveg nýjasta málið hjá okkur. En Benghazi endurspeglar rosalega mikið hvað í gangi með allt þetta rugl Bandaríkjamanna og þið munið eflaust að ástæðan sem var gefin upp þá er tala um þessi atburði þegar sendiherrann lét lífið í Benghazi og það var selt sem einhver svona uppreist múslima sem mótmæli gegn einhverju bíómynd sem hefur nú verið kölluð B-mynd. Þessi mynd hérna The Muhammad Movie eða ég hef nú ekki séð hana og hef engan áhuga á henni en þetta er einhver fáránleg B-mynd og sagan sem var verið að reyna að selja var að múslimar hefðu ærst yfir þessari mynd og að þeir hafi ráðist inn í sendiráð Bandaríkjanna og drepið þar sendiherrann. Nú hins vegar komið í ljós og í þingnefnd Bandaríkjanna og fleira slíkt og takið eftir að á Íslandi hefur þessi hlið á sögun ekki verið sögð. Íslensku fjölmiðlunar eru einhver hluta vegna ekki að segja fólki alla söguna og það er náttúrulega ástæða fyrir því líka að það verða að magna upp ákveðna múslima hatur á milli múslima og kristna það er gert kerfisbundið en hérna er góð grein, ég mun setja linkin á þessa grein, þetta á Infowars Kurt Nimon og Alex Jones skrifa þessa grein og hérna eru viðtöl við góð viðtöl við eins og Dr. Steve Pesnik og hérna er viðtal við Wayne Madsen. Hann sést nú reyndar ekki hérna, byrjum við, hvað er Wayne? Hérna er Wayne, sjáu því að það er viðtal við Wayne Madsen hérna líka og hérna er viðtal við Anthony Sheffer og þessir menn hafa mikið af upplýsingum og vita nákvæmlega hvað í gangi og það sem gerðist á það sem gerðist í Líbíu í Benghazi var að CIA var að selja ólögleg vopn mjög hættulegar flaugar til Al-Qaida liðana sinna sem voru þá í Líbíu og þessi sendiherra Bandaríkjanna sagði bara nei, ég samþykki ekki að þessi vopn verið sett í hendunar á sturluðum Al-Qaida liðum sem reyndar á launaskrá hjá Katar, Sádi-Arabíu, NATO og þessari drullu köku Bretlandi, Fraklandi þeir vinna fyrir þá aðila og þið munið að þetta var mikið hneyksli og það er Hillary Clinton þurfti nú að segja af sér út af þessu máli það munið eftir þegar hún sló í borðið fyrir þingnefndinni sagði bara, hvaða máli skiptir það hvort að við sendum fólk til þess að hjálpa sendiherranum okkar eða ekki og þeir og Amerikanar sem hafa nú eitthvað vitglóru eftir í kollinum sjá náttúrulega strax að þetta þýðir að það þarf að impeach Obama eða stefnunum eða ákæran þetta fólk bara brýtur öll lög og stjórnarskrá það er ekkert heilat fyrir þessu fólki og þetta var reynt að hilma yfir það var fólk rekið það var munið eftir henni í CIA held ég hún hafi verið kona sem að misti vinnuna það var
aflétt leyndi verið að hún væri CIA aðili og þeir munu nú þegar að uppljóstrarar tjá sig eins og Wikileaks eða Manning eða Snowden að það var alltaf borið við National Security og það séu njósnarar og hermenn sem að lenda í stór hættu ef að uppkemst þá en það virðist ekki skipta máli þegar að þetta lið á í hlut þá má alveg gefa upp þeirra eigin fólk þetta fólk hendir þetta fólk myndi henda ömmu sín í pappistætaran til að ná fram pólitískum markmiðum sínum en það var sem sagt þetta voru sem sagt Al-Qaida liðar sem að eru í vinnu hjá þessu fólki sem að réðust inn í sendiráðið til þess að drepa sendiherran og eins og í öllum þessum aðgerðum sem það er alltaf hægt að finna mjög fljótt ef það er eitthvað ekki með feldum og það er það sem ég geti séð náttúrulega hérna í greinin eða viðtölunum við þessa aðila hérna hjá Infowars að það var her þannig skammt undan þeir hefðu geta komið þeim til hjálpar ef að þeim hefði ekki verið skipað af það sem kallast stand down eða að ekki fara og það voru tilbúin SEAL teams og það voru nokkru resursa það var líka þarna það voru hvort það voru Líbíumenn eða það voru aðri sem að buðust þess að hjálpa og því var hafnað og þetta er allt saman upplýst þetta er ekkert leyndamál lengur og þannig að þið sjáið hvernig þessi fáránlega bíómynd hérna var spiluð upp í gegnum CIA Operation hvað sko legarnar eru orðnar svo þunnar og ruglaðar að það er orðið svo fljótlegt og auðvelt að sjá í gegnum þetta bull og talandi nú þessa atburð á Íslandi í dag umræðuna þar að það er allstaðar eða það er verið að etja saman svona eins og í hanaslag að þá er verið að etja saman múslimum og kristnum það er verið að reyna sjáu því hérna hvernig hönum er etjað saman og það er ákveðna aðferð við etjað saman hönum og elitumafían í heiminum er mjög klár við að etja þeir sjá okkur bara sem fiður fjenað þeim finnst við ekkert merkilegri heldur en svona hænur eða hanar heldur en svona hanar þannig að þeir etja múslimum og kristnum saman til þess að við goggum hvort annað til dauða þá eru þau búin að ná markmiði sínum þannig að ég mun setja link á þessi vídeo ég mun setja link á þau og þessar greinar hér undir en Benghazi er eitt skýrt dæmi blekkinguna sem er í gangi og ef að þeir að heyra þetta í fyrsta skipti núna sem ég er að segja að þetta hafi verið blekking og cover up þá þurfum við alvarlega að skoða hvaðan þeir fái fréttinar Takk fyrir, bless